vinstri menn hljóta að vera andvígir eina vestræna ríkinu í Miðausturlöndum því að þeir eru andvígir Vesturlöndum. Skólakerfið hefur verið að reyna að breyta okkur öllum í einhvers konar fórnarlömb þar sem að við þurfum ekki að standa á eigin fótum. Ég er hlynntur opnum landamærum fyrir duglegt fólk. Ég er hins vegar hlynntur lokuðum landamærum fyrir glæpamenn, fyrir öfgamenn og fyrir væntanlega bótaþega. Kynjafræðin, hún er ekki vísindagrein, hún er hjáfræði. Þetta eru skraufþurrir pappírsbúkar inn í bleikjuðu bákni ríkisins og því fallast hendur þegar að komið er djarmalega fram við það eða jafnvel efast að fræði þeirra séu nokkur fræði. Telurðu þetta að vera eðlilegt að Snorri sé að reyna að slaufa Þorsteini V Einarssyni? Já. Góðan daginn og þakka þér kærlega fyrir að hlusta á þetta hlaðvarp. Þessi þáttur eru boðið fiskhúsið.is, Happy Hydrate, Poulsen, Alvörubón, Bæjarins bestu pilsur, heitirpottar.is og drífa.is. Nú ef að þú ert að hlusta á þetta á almennri veitu þá getur þú að sjálfsögðu fengið þennan þátt á undan öðrum og án auglýsinga með því að fara inn á partus.is/1pæling og gerast þar áskrifandi en þannig ert þú að styðja við það að ég skapi þetta efni og áskrifundur eru stærsta staka tekjulind þessa hlaðvarps. Sem áskrifandi getur þú tengt hlaðvarpið við Apple Podcast eða aðrar hlaðvarpsveitur og fengið þáttinn uppfærðan með RSS-lekk sem þú finnur á partus.is/1pæling undir RSS-lekkir sem að gerir hlustun einfalda og þægilega. En ég vil hvetja ykkur til að segja viðskipti við samstarfsmenn mína en þeir eru að sjálfsögðu ekki sammála mér allt en þeir eru að stuðla að málfrelsi á Íslandi sem nákvæmlega það sem að þetta hlaðvarp snýst En vindum okkur á þættinum, gjörið þið svo vel. Jæja, Hannes. Anóní, hvernig ertu? Ég er bara góður. Er það ekki? Eins og ég er nú venjulega. Já, þú ert það. Hérna, við vorum áður en við byrjum að taka upp og ég var eiginlega að drífa með að byrja að taka upp út af því að þú varst þarna Sjálfstæðisflokkinn, ákveðna krísu sem að hann er í. Við ætlum að byrja þar. Hvernig lest í stöðuna? Það eru núna sveitarstjórnarkosningar bráðum, miklar vendingar í evrópskum stjórnmálum, mikið af svona, hlutum á hreyfingu. Það er ógn í Evrópu, það er svona sérkennilegri staða heldur en við höfum kannski upplifað undanfarin ár. En svo við höldum okkur við Sjálfstæðisflokkinn. Hvernig lestu í stöðu flokksins í dag? Ég held að það sé best að tala þetta almennt, að borgaralegir hægri flokkar eigi allum erfiðleikum alla Evrópu. Við sjáum það gerast hjá Íhaldsflokknum í Bretlandi, hjá frönska flokkunum sem að teljast þeim megin, hjá þýska flokknum og raunar líka á Norðurlöndum. Og ég held að ástæðan til þess er sú að þeir hafi ekki alveg áttað sig á því að aðstæðurnar hafa breyst talsvert mikið síðustu áratugina, að núna er háð menningarstríð. Það er háð stríð það hvers konar þjóðfélag við viljum hafa. Það er búið að leysa úr einu vandamáli sem 20. öldin var öll að glíma við. Það var sósíalisminn. Hann var reyndur og hann mistókst. Þannig að svo maður sletti þá getur maður sagt að capitalism is the only game in town. En þá segja menn allt í lagi og þá viðurkennum við kapitalismann og síðan deilum við það hversu mikið af því sem auðmennir skapa á að taka af þeim og endurdreifa til fólks á grundvelli ykkur að þarfa þess. Það er eitt sem er verið að ræða. En annað er í hvers konar þjóðfélagi viljum við búa og hvaða réttindi eigum að hafa og þar hafa borgarlegu hægri flokkarnir í raun og veru ekki haft nægilega skýra stefnu. Hvernig sko þú talar að capitalism is the only game in town en aftur á móti að þá eru skattar að slega upp í 50%, allar fréttir eru með einhvers konar inntaki þar sem að ríkið þarf að ákveða hvað það ætlar að gera fyrir tiltekna hópa. Við erum með rosalega mikið af kulnun sem að einhver óskiljanleg þögn ríkir þrátt fyrir það að þetta hefur náttúrulega ekki verið í boði hérna áður. Ég var nú bara að ræða við yfirmann hjá Reykjavíkurborg núna fyrir skömmu og hann sagði við mig allir, og hann var að tala hérna tiltekinn vinnustaf, að allir millistjórnendur hefðu farið í veikindaleyfi og hætt í kjölfarið. Og hann sagði að það sem er búið að vera alveg sérkennilegt að það hættir enginn í starfi lengur. Þau fara alltaf í veikindaleyfi í nokkra mánuði áður, fá þá launað frí og svo ljúka störfum
með einhvers konar, já, fyrirkomulagi sem ég þekki nákvæmlega þegar fólk líkur störfum en aftur á móti að fá greitt laun. Þannig að þegar við horfum svona heildarmyndina, var ekki hægt að færa rauk fyrir því að socialismi is the only game in town. Það sem hefur gerst það að kapitalismin sigraði og það síðan gerðist það að hann fór að grafa undan sjálfum sér í því að hann búinn að vera svo örlátur á bætur. Og ég held að við sjáum það gerast núna að fólki leyft að skilgreina sig sjálft á, ég skal bara nefna 2 sviðum og það tengist þessu menningarstríði. Annað að fólki bara leyft að skilgreina sig sem öryrkja og þá fer það bara örorkubætur og hættir að vinna. Og það engin öryrkjar og getur alveg unnið margt af þessu fólki. Hitt að fólk getur skilgreint sig til dæmis karlar sem konur. Ég var hjá rakaranum mínum daginn og fá klippingu og hann sagði mér frá kunningakonu sinni sem var í sundi og hún var í steypibaðinu frammi og við hliðina á henni var karlmaður og hún kvartaði undan þessu við konurnar í afgreiðslunni og þær sögðu, við getum ekkert gert, þessi karlmaður hann skilgreinir sig sem konu. Þannig að það leyft núna að skilgreina þið á einhvern hátt sem þér hendar. Auðvitað finnst sömu fólki betra að þurfa ekki að vinna. Það var kallað letingi í gamla daga og auðvitað finnst sömu fólki gaman að fara inn í steypiböðin hjá konunum og það var kallað að vera perri í gamla daga. En núna þetta kortvekja eitthvað sem að fólki leyfist að skilgreina sjálft sig á einhvern hátt sem að getur komið niður á öðru fólki. Því að þessir sem eru á örorkubótunum, þessar örorkubætur þær kom ekki að himnum ofan, þær koma frá fólki sem að skapar verðmæti, sem að vinnur dag og nótt, ekki síst frumkvöðlarnir. Við skulum taka bara hjón sem að byrja í bílskúr og byrja að vinna klukkan 7 á morgnana og vinna til 10 á kvöldin og að byggja upp fyrirtæki sem að veita einhvers konar þjónustu og svo verða þau auðug og þá fara þau alltaf að borga hærra og hærra hlutfall af sínum tekjum í skatt og eru svo líka að fylla út alls konar eyðublöð og það verður að þyngja byrðar þessar fólks, þyngja leiðina út úr fátækt í bjargálnir. Þannig að örorkubætundar þetta að segja að þær eru alls ekki ókipis og síðan veldur auðvitað miklum svona mikillega vanlíðan ef þú ert kona og ert bara inn í steypibaði og svo kemur bara karlmaður askvaðandi og byrjar að stara á þig. Svo ekki sem talað ef þú ert íþróttakona og þú ert í keppni og það bara heilbrigð í keppni og svo kemur einhver karlmaður sem hefur skilgreint sig sem konu og hann vinnur vegna þess að hvort sem hann hefur látið breyta sér algjörlega í konu eða ekki, þá hefur hann karlmanns líkama, hann hefur karlmanns burði og þeir eru bara miklu meiri heldur en kvennana vegna þess að náttúruvalið á þessari 5 milljón ára vegferð okkar mannkynsins var þannig að karlandi þurfti að fara út og veiða dýr og berjast við fólk af öðrum þjóðflokkum og urðu þessna með meiri líkansburði og konurnar voru inn í hellunum og voru að tína líka grös nálægt hellunum og það þurfti þá meiri lagni við aðra hluti. Já, þetta ég nefnilega, við erum kannski aðeins á skjön við þig í sambandi við transmál. Ég ímynda mér þetta því að við sem miklir frjálshyggjumenn hljótum að geta samþykkt það að fólk telji sig vera á tiltekinn máta og félagslega getum við í rauninni samþykkt það. Það er auðvitað einhver álitamál eins og ég er hjartanlega sammálaður í sambandi við það hvernig þetta er með íþróttirnar. Fólk segir alltaf, já, hverju þér ekki alveg sama hnefaleika kvenna á Ólympíuleikum. Það er bara því ég kenni þetta sport og ég hef verið að kenna það lengi og ég hef verið á stúlknamót þar sem að við erum að keppast að því að sigra andstæðinga sem að eru áþekkir þeim stúlkum sem að ég er að setja inn í hring og náttúrulega að setja einhvern inn í hring er bara hættulegt og ég gerir mig grein fyrir því og það gerir sér allir grein fyrir því sem að koma að því. Þannig að þegar að fólk er farið að tala eins og með þetta Emin Khalif sem að man nú ekki hvaðan hún var en hún sem sagt var að keppa sem kona og nú þegar það á að fara að gera sem sagt athuganir á keppendum að þá allt í hennu dregur hún sig úr keppni
og þá veltir maður fyrir sér af hverju það, út af því að þetta var barið í hausinn á öllum þeim sem gagnrýndu þetta eða settu athugasemdir sem bara algjörlega fáralegheit út af því að hún væri augljóslega kona. En félagslega þá einhvern veginn get ég ekki annað sem frjálshyggjumaður sagt sem svo að já, ég get alveg tekist á við einhvern veruleika ef að fólk að upplifa sig að tiltekið máta og samþykkt það. Með búningsklefa málin og annað, þá það náttúrulega einhvers konar álitamál. En svo ég fleiti nú bara spurningunum til þín, sem svona frjálshyggjumaður, getur ekki séð fyrir þér að fólk eigi einmitt að hafa tök á því að skilgreina sig sjálft til þess einmitt að geta tekist betur á við lífið og það sé ekki einhverjir yfirboðarar sem eru að fara að segja þér hvernig þú að vera og hvernig þú upplifir sjálfa þig? Ég þeirra skoðunar að fólk á að auðvitað fá að vera það sjálft og ég hef talað í yrði að tjá mig þessi menningarmál vegna þess að þau eru svo ofarlega baugi og það sem ég myndi segja þau væru. Í fyrsta lagi þá það útrætt mál að samkynhneigð til dæmis sé bara viðurkennd og menn sem að laðast að fólki af sama kyni þeir bara fá að gera það þeir vilja og að fólk geti gengið í hjónaband og nota allra réttinda. Þetta sé útrætt mál. Í öðru lagi þá myndi ég segja það að það séu til 2 kyn. Það auðvitað til eins og í öllu í náttúrunni eitthvað örlítið brot sem að einhvers staðar á milli. Það í allri náttúrunni til þannig. Í þriðja lagi þá tel ég að ef menn vilja skipta kyn þá mega þau gera það en þeir eru auðvitað að gera það sem frjálsir og fullveðir einstaklingar en ekki sem börn vegna þess að kennarnir þeirra eða mæður þeirra vilja það. Því að þetta svo mikið inngrip, þetta svo mikil breyting á líkamanum og þetta óafturkræft. Þannig að það eru frjálsir og fullveðir einstaklingar sem eiga að fá að skipta kyn og það verða aldrei mjög margir sem gera það af einhverjum eðlilegum ástæðum. Sumir gera það af athyglisýki og aðrir gera það vegna þess að þá öðlast yfirburði í einhverjum þeim geira sem þeir eru að keppi en síðan eru til menn sem þeim finnst þeir hafa fæðst inn í rangan líkama og þá mega þeir skipta í mínu vegna og ég tel líka að fólk sem að skipta kyn eigi kröfu á nákvæmlega sömu virðingu og kurteisi frá öðrum og allir aðrir hópar eiga, hvort sem eru gyðingar eða múslimar eða ríkir eða fátækir eða karlar eða konur. Það á bara að vera þáttur í okkar siðmenntaða þjóðfélagi að bera virðingu fyrir öllum slíkum hópum. En það þýðir ekki að við eigum að leyfa fólki sem að ætlar að vaða inn í okkar líf með frekju eins og karlinn sem segist vera kona fyrir inn í búningsklefan eða eins og Palestínu stuðningsmaðurinn sem fer inn á fundin og öskrar niður fólk eða ýmsir aðrir hópar sem að reyna að beita ofríki til þess að fá okkur til að viðurkenna eitthvað sem við þurfum ekki að viðurkenna og þurfum ekki að taka afstöðu til. Vegna sem mér finnst til dæmis að ríkið eigi ekki og almenningur eigi ekki að skipta sér af því sem fer fram í svefnherberginu og því sem fer fram í stjórnarherberginu. Bandaríkjamenn orðaði þannig get out of the bedroom and get out of the boardroom. Þetta á að vera einkamál manna. Hlaðvarpið í samstarfi við fyrirtæki sem veita úrvalsþjónustu og eitt af þeim alvöru bón. Við skulum bara vera hreinskilin, ef þér þykir vænt bíliðin þá lætur þú gera þetta almennilega og það nákvæmlega sem alvöru bón gerir. Ferð með bíliðin, hvort sem það eru alþrif, djúphreinsun, mössun eða hvað eina, þá skellur þér á alvöru bón og lætur degra við bíliðin. Farðu inn á vefsíðuna og tryggðu þér 10 tíma klippikort, þá þarftu bara ekkert að vera að pæla í þessu. Alvöru bón, kíkið á þetta, þið verðið ekki fyrir vonbrigðum. Samlega við kapitalisma, þegar þú komst aðeins inn á hann. Hvernig meturðu, ég setti mynd af þér með Milton og Rose Friedman inn á bæði Instagram og inn á fésbókarsíðuna og ég hef ekki fengið margar spurningar fyrir neinn viðmælanda, þannig að þú mátt eiga það. En hvernig meturðu stöðu kapitalisma út af því að núna náttúrulega eins og þú þekkir á umræðum að þá var hér hrun. Þú hins vegar ákvaðast, þú það harður á því að hrunið hafi ekki verið út af nýfrjálshyggjunni, að þú lifir þínu lífi eins og það sé 2007. Maður sér þetta á Instagram og allstaðar að það bara ennþá 2007 hjá þér
hvort sem að það í Ríó eða annar staðar. Ég hef reyndar heyrt að þú ert mjög gestreisinn fyrir frá öllum sem hafa heimsótt þig í Ríó. En þú ert bara að lifa þínu bestu lífi. Þannig að sko, ertu að lifa svona góðu lífi út af því að þú ert að afneita hruninu? Nei, fyrsta lagi þá varð ekki hrun heldur bankahrun. Og bankahrunið varð út af því að Íslandi var ekki komið til hjálpar eins og jafn bágstöddum bönkum annar staðar var komið til hjálpar. Og þegar við skoðum dæmið þá sjáum við það að þar sem íslensku bankarnir voru gerðir upp á eðlilegan hátt sem var í Bretlandi og í Svíþjóð, þá áttu þeir fyrir skuldum. Hertöldu bank og KSF áttu fyrir skuldum. Það virðist enginn vilja átta sig á þessu. Það sem varði í heiminum öllum varð gífuleg lausafjárkreppa af ýmsum ástæðum. Bankarnir höfðu þetta allir gengið á langt allstaðar, en íslensku bankarnir ekkit verð heldur en aðrir. Til þess íslensku bankarnir voru aldrei í svona vaxtasvikum sem að breskir bankamenn hafa verið dæmdi fyrir. Þeir hafa ekki verið í þessu peningaþvætti sem til Danske Bank hefur verið sektum, og gætt af því að Danske Bank hefur nú alltaf þýðingu hér því að það fyrirtæki rauf öll samskipti við íslensku bankana árið 2006 og síðan voru það Danske Bank sem kom í veg fyrir að Glitnir gæti samið sölu á norskum eignum sínum árið 2008, en það sem hleypti bankahrunun í íslenska stað var að Glitnir gat ekki selt sínar eignir og var þess að reyna að fá neyðarlán í Seðlabankanum, og þannig var til öll þessi keðja. Svo ég held að sumuleyti hafi verið nauðsynlegt hér á Íslandi eins og annar staðar að hreinsa til í bankakerfinu, því bankamennir þeir gengu alltaf langt, en þetta alþjóðlegt fyrirbæri líka. Nú síðan það alveg rétt að ég lifi bara mjög góðu lífi og ég gerði það fyrir sjálfsaflafé, og ég til dæmis árið 2007, í ágúst 2007 þá keypti ég mína íbúð í Ríó de Janeiro, og það var eftir langar samræður við minn gamla kennara Þór Vætætt. Ég hefði heimsótt hann í Frakklandi árið 2006. Þar var hann við skriftir, hafði leigt sér íbúð, og hann sagði við mig, Þór, ég hef alltaf séð eftir því ég átti smá pening á tímabili, kannski eftir að fyrstu bækurnar seldust mér vel, að ég skildi ekki kaupa mér eitthvað afdrep erlendis, þar sem ég geti verið og setja við skriftir í ró og næði. Þetta var rangt hjá mér, og ég hugsaði mig og ég sagði, já heyrðu, ég ætti nú kannski að fara að ráði mér gamla kennara og kaupa mér einhverstaðar eitthvað afdrep. Og svo var ég heppinn vegna þess að íbúðin mín í Ríó de Janeiro, hún var á besta verði, það hefði verið lægð á fasteignamarkaðnum, og íslenska krónan var í sínu hæsta veldi, þannig að til dæmis íbúðin sem ég keypti út í Ríó de Janeiro, hún kostaði þá í kringum 20 milljónir íslenskra króna eins og þetta var þá, og það var ekki mikill peningur árið 2007. Svo þess að ég gerði það, og síðan ég á veturna í Ríó og á Íslandi á sumrin, og ég nú aldeilis í góðum félagskap, því að bæði farfuglarnir sem fara suður til Afríku á veturna og hvalirnir sem synda til Karibahafsins á veturna, þeir gera það sama. Þannig að ég í rauninni bara að fylgja kalli náttúrunnar. Það er hægt að orða það þannig, ég held að. Hérna, sko, ég fekk svo margar spurningar. Það er svona, já, það er marga vegu hægt að taka þetta spjall, en það sem ég langar að gera er að fara aðeins inn í þessar spurningar, og það er einn sem að spyr hverjir eru áhrifamestu stjórnmálaheimspekingar heimsins frá upphafi, og ef þú getur tekið drykk með einhverju þeirra, hver væri það og hvað er drykkið? Ég held að áhrifamestu heimspekingarnir hafi nú verið Páll Postuli og John Locke og Karl Marx, og á okkar tímum Friedrich Hayek, en ég er ekki viss ég myndi kannski vilja drykk með þessum mönnum, heldur myndi ég vilja drykk með Robert Nozick. Robert Nozick sem samdi bókina Anarchy State and Utopia árið 1974, hann var alveg heillandi persónuleiki. Ég kynnti svona dálítið vegna þess að hann kom til Oxford á 2 málstofur sem voru yfir helgar, og við töluðum mjög mikið saman. Þannig að mér fannst hann mjög skemmtilegur maður.
Annar maður sem var afskaplega skemmtilegur og töfrandi var Milton Friedman, aðalega vegna þess að hann var svo eldskarpur. Ég veit ekki hvað það við gyðingana sem segja að það sé þetta uppeldið þeirra í árþúsundir við það að rökræða ritningastaði sem valdi hvað þeir eru alltaf skarpir í öllum rökræðum. En það er mjög gaman að tala við þá. Hlaðvarpið í samstarfi við heitirpottar.is, hvort sem þið vantar saltvatnspott, hitaveitupott, kaldan pott, sánuklefa eða hvað eina í heita pottinn, þá ferð þú inn á heitirpottar.is og lætur græja þig. Þjónusta og uppsetningum all land og nú jafnvel hægt að fá sér smíðaðan sánuklefa, þar sem að þú færð sánuna nákvæmlega eins og þú vilt hafa hana. Það ekki hægt að setja verðmið á heilsuna eða samverustund með fjölskyldunni og því mikilvægt að huga að báðu og það nákvæmlega það sem að heitirpottar.is auðvelda þér að gera. Hvort sem þú ert að endurnýja gamla pottinn eða gera þetta frá grunni, þá getur þú sendt skilaboð á netinu eða bara einfaldlega kíkt í verslunina að Fosshálsi 13 en þar opið alla virka daga milli 10 og 17 og á laugardögum milli 10 og 14. Ekki drolla við þetta, þú veist að þið langar í heitan pott og sánu heimtíðin, heitirpottar.is græja þetta fyrir þig. Og hvað drykkið? Manhattan? Já, ég myndi nú drekka Manhattan. Ég hef nú áður sagt söguna því hvernig ég kynntist Manhattan. Ég var dálítið heppinn vegna þess að í bekk með mér var ágætur vinur minn enn í dag sem heitir Gunnar Snorri Gunnarsson og móðir hans, hún hét Ingileif Hallgrímsdóttir. Og hún var ein af þessum örfáu einstaklingum á Íslandi sem var mjög vel efnumbúin því að það var náttúrulega mjög mikið það hér áður fyrir að fólk verið mjög vel efnumbúið. Og hún hafði indað í að halda veislur og við vorum í 5. bekk og 7. bekk saman og það voru nokkru svona veislur hjá henni og það voru sko engar smá veislur. Það svignuðu borðundan krásum og þegar menn gengu inn þá var beðið eftir þeim með bakka fullan af Manhattan og Manhattan aldrei sterkur drykkur því að hann að 2/3 bourbonviski og 1/3 Martini Rosso og síðan Angostura bitter öllítið úti þannig að hann sterkur. Aha, hljómar. Já. Ég hef ekki smakkað þetta. Og þetta, og þegar maður var ungur, þá fannst manni þetta algjört ævintýri, en það verði ég að játa, við vorum ekki alltaf alveg ódrukknir þegar við fórum út frá henni, en þetta voru mjög höfðinglega veitingar og síðan hef ég alltaf sjálfur reynt að vera gestur í sinni sama anda og ég læriði hjá Ingilífu Hallgrímsdóttur hér fyrir 50 árum. Já, þetta hljómar allavega eins og eitthvað áhugavert. Hérna, áður en fyrir með næstu spurningu, þá ég fekk einhverjar í sambandi við sko bæði Ísrael og Palestínu og innflytjendastraum og ég held ég að fengið allavega 4 eða 5 á Instagraminu um það. Hérna, svo við byrjum bara á sko því að hælisleitendamálin hafa orðið gríðarlega stór þáttur í íslenskum stjórnmálum. Ég hef fært rök fyrir því að það pólitískt óumflýjanlegt að hælisleitendakerfinu verði lokað og það einfaldlega út af pólitískri eftirspurn, þannig að það bara spurning hvers konar ríkisstjórn og hvaða flokkar munu koma til með að loka því. Við sjáum á skoðanakönnunum að það pólitískt óumflýjanlegt, það bara pólitískur raunveruleiki. En svona heilt yfir þegar þú lest í þessu stöðu, þetta búið að vera að gerast rosalega hratt, rosalega mikið. Við vorum með tjaldbúðir á Austurvelli sem einhvern veginn sættum okkur við og svo fór náttúrulega maður að öskra á pöllum Alþingis, áreita ferðamenn bandaríska og svo að skvetta málningu á fjölmiðlamenn. Ég heldur reyndar að þetta hafi allt verið sami maður sem kom að öllum þessum málum. En svona ef þú horfir vítt á stöðuna, hvernig birtist þetta þér? Hvernig þessi hraði veruleiki þar sem við rosalega mikið breytist á skömmum tíma og svo rosalega mikið andstæða á stuttum tíma? Já, þetta mjög mikið umhugsunarefni. Ég geng á hverjum degi fram hjá Ráðhúsinu, það rétt hjá sem ég bý. Þar blakta núna 2 fánar, fánunni Úkraínu og fáni Palestínu. En það grundvallar munur á þessum 2 ríkjum vegna þess að það var ráðist á Úkraínu
Rússar réðust á Úkraínu, en það var Palestína sem réðist á Ísrael. Þannig að þar það árásarþjóð en ekki fórnarlamb, fyrir utan að Palestína ekki til sem sjálfstætt ríki, það bara til sem í öðrum hluta Palestínu sem á Gazasvæðinu hryðjuverkasamtök, og í hinu alveg gerspilt ríkisstjórn sem veitir fólki verðlaun eða drepa gyðinga. Þú ert að tala Palestine Liberation Organization, hérna PLO. Já, og Al-Fatah sem voru til á sínum tíma. Þannig að það skýtur dálítið skökku við þegar að tveir fánar eru við hún á ráðhúsinu, annar fáni þjóða sem ráðist á og hinn fáni þjóða sem að ráðast á aðra þjóð. Og mér finnst þetta sæta furðu. En auðvitað það svo að vinstri menn hljóta að vera andvígir eina vestræna ríkinu í Miðausturlöndum, því að þeir eru andvígir Vesturlöndum. Þeir eru menn sem hafna sjálfum sér því að vera Vesturlandabúar, því að það að vera Vesturlandabúi, það að ganga á hönd ákveðnum gildum, eins og til dæmis sjálfstæði einstaklingsins, valfrelsi, ábyrgð, því að fólk geti aukast og fólk geti haft svigrúm og gert alls konar hluti. Þetta fólk vill það ekki. Það vill að við séum öll saman í einni hjörð og öllu jöfn. En þá hælisleitendastraumurinn til Íslands, hvernig lestu í stöðuna gagnvart Íslandi sjálfu? Því að núna höfum við verið að taka á móti fólki, bæði frá þessum heimsluta, en líka víða annar staðar, og svo ég seti nú líka í samhengi Evrópa veriðist vera búin að gera sig grein fyrir því að það, svona þessar hugmyndir Angelu Merkel Wirtschaftswunders sé eitthvað sem var ekki að fara að virka og virkaði ekki, og það núna í miklum mæli óháð svona efnahagslegum áherslum eða félagslegum áherslum eða öðru, að þá það svona, þetta orðið það sem heitir á ensku svona single issue voter mál, þar sem þeir eru bara að pæla í þessu, og svona stjórnmálamenn sem almennt séð myndu kannski ekki ná miklum árangri í stjórnmálum eru að ná árangri bara út af þessu máli, út að tala tæpitungulaust þessi mál. Nú megum við aldrei gleyma því, ef við tölum innflytjendur, ekki hælisleitendur, heldur innflytjendur, að það hefur verið stórkostlegt og það hefur heppnast mjög vel. Bandaríkin og Kanada eru lönd sem eru byggð innflytjendur, samir að segja Ástralíu og Nýja-Sjáland, og raunar Ísland líka, því að við fluttumst hingað á 9. öld frá Noregi að mestu leyti. Þannig að það ósköp eðlilegt að innflytjendur fá að fara á milli landa, og að til dæmis innan evrópska efnahagssvæðisins þá geti menn farið og fengið sér vinnu. Við viljum fá að fara til annarra landa og fá vinnu þar, og á sama hátt viljum við veita vinnu fólki sem að koma hingað. Þetta hins vegar allt önnur umræða heldur en umræðan hælisleitendur sem að margir hverjir koma hérna ólöglega. Og ég skal bara nefna eitt fáránlegasta dæmið. Það að það var kveðin upp í Héraðsdómi Reykjavíkur dómur árið 2022 yfir hælisleitanda sem kom frá Egyptalandi, og hann fekk hæli hér að því hann væri samkynhneigður, og það væri svo mikilir fordóma gagnvart samkynhneigð í Egyptalandi. Síðan gerist að hann var nú ekki samkynhneigður en það að konan hans kom og dætur hans 4 til landsins á eftir honum, og síðan var hann að berja þær sundur og saman af því þær voru ekki nógu duglegir að lesa Kóraninn, dæturnar. Þetta auðvitað algjörlega fráleitt, og það líka fráleitt eins og nefndir að þessi flóttamaður sem var að reyna að stökkva niður af pallinum á þinginu og í tjaldbúðunum og að skvetta málning og menn eða voru frá fjölmiðlum sem hún líkaði ekki við, að hann skulle fá að vera hér enn á landinu, og að annar maður, Arabi annar, sem að skrifaði færslu það að allir gyðingar veru réttræpir en það væri eins konar blanda af öpum og svínum, hann líka enn á landinu. Ég tel að það vísa þessu fólki af landinu. Það á ekkit erindi til Íslands. Við búum hér í friðsælu þjóðfélagi eða gerðum,
og við þurfum ekkert að taka við slíku fólki þó að við eigum auðvitað að fullnægja öllum okkar alþjóðlegu skuldbindingum og vera mannúðleg í því sem við gerum. En við megum ekki heldur gleyma því að sumir hælisleitendur koma frá þjóðfélögum þar sem er ofbeldismenning, þar sem litið niður á konur, það njóti ekki jafnréttis, þar sem samkynhneigðir jafnvel varðar ekki aðeins 10 ára fangelsi heldur stundum bara því að menn eru drepnir og annað eftir þessu, og í þessum þjóðfélögum þá þykir sjálfsagt að fara á bætur, ólíkt því sem var á Íslandi hér í gamla daga, því að það var barið inn í okkur, ég ekki segja í eiginlegum skilningi, en Hlaðvarpið í samstarfi við fiskhúsið.is. Fiskhúsið.is heildverslun fyrir veitingamenn sem vilja það ferskasta og það besta fyrir sína kúnna. Hvort sem það fyrir veitingareksturinn, hótelreksturinn, mötuneytið eða hvað annað, þá ferðu inn á fiskhúsið.is til að sjá það gríðarlega úrval sem að strákarnir hafa upp á að bjóða. Ef að þú vilt hið ferskasta og hið besta, þá gerir þetta sjálfsögðu almennilega, ferðin á fiskhúsið.is. Það ekki til sú spurning sem að strákarnir hafa ekki svarið við, þannig enn og aftur fiskhúsið.is til að fá ferskasta og besta fiskinn á landinu. Við vorum hvött til þess að vera alltaf að vinna, vera sjálfstæð, standa á eigin fótum. Hann sagði Einar gamli Guðfinnsson sem byggði upp Bolungarvík: ég erfði ekki auð, ég erfði dygðir, og það var það sem að gerðist á 20. öldinni, að fólkið erfði dygðir, vinnusemi, foreldrar okkar og afar okkar og ömmur, þau strituðu og unnu mjög mikið, en það eins og þessi vinnusemi, þessi dugnaður, hann sé ekki lengur eins mikil smitinn en hann var áður, meðal þess út af því að skólakerfið hefur verið að reyna að breyta okkur öllum í einhvers konar fórnarlömb, þar sem að við þurfum ekki að standa á eigin fótum, þar sem við þurfum ekki að leggja hart að okkur, og samir að segja vinnustæðina, þegar fólk getur bara skilgreint sig út úr vinnu með því að segjast vera öryrkjar, sem eins og ég segi, hlýst til það þegar menn geta skilgreint sig að því þeim hendar út úr því að vera karlmenn og segjast vera konur, að við höfum gengið og langt inn í einhverja slíka endileysu. Það líka, út af því ég hef nú talað praktískt eðli þessara mála. Ég held, út af því að ég fæ og í samskiptum við múslima hér á landi sem að standa sig alveg frábærlega, og þeir pirra sig langmest á lausatökum í þessum málum, einfaldlega út af því að þeir gera sér fyllilega grein fyrir því, og þeir reyndar hafa sagt þetta við mig. Þeir segja ég fæ miklu, hvað að segja, ekki endilega dónalegri, heldur svona kaldara viðmót í öllum mannamótum eða allri þjónustu eða öðru heldur en ég gerði bara fyrir stuttu, og þá segja þeir sem eru svona, open borders megin í lífinu, segja það náttúrulega bara hræðilegt út af því að þú veist, Íslendingar eru svo miklu rasistar, en þessir múslima sem ég tala við hafa aftur á móti bent á bara nei. Það líka það að þegar þið eru með lausatöki í þessum málum, þá náttúrulega augljóslega eru þið að grafa undan minni tilveru hér á landi, og ég hef verið að reyna að benda til þess að þetta bara, hvað gerðu Evrópubúar vitlaust? Það fyrsta spurningin. Og önnur spurningin sem að við þurfum að svara, en ég fæ ekki svara við, til að sjá stjórnmálamönnum, hvað ætlum við að gera öðruvísi og hvað erum við að gera öðruvísi ef eitthvað? Og ég fæ ekki svara við þessa spurningu, og ég held að ástæðan sé einfaldlega svo að það ekki svar við þessa spurningu. Það ekki verið að spyrja hvað við gerðum hvað Evrópa gerði vitlaust sem að við getum lært af þeim. Og ég held til dæmis frá eftir að hafa kynnt mér þetta sjálfur, að ég held að sé tvennt sem að við getum gert. Það var í fyrsta lagi náttúrulega að vera ekki með lausatök í þessum dæmum sem að þú ert til dæmis búin að nefna, að menn bara geti fengið að vera áfram með að við alveg galnar yfirlýsingar eða gjörðir eins og við erum búin að vera að sjá. Það náttúrulega, einhver ástæði fyrir til þess að Svíar eru að minnka sakhæfisaldurinn niður í 13 ára. Ætlum við að fara að búa við þann veruleika að það verður nauðsynlegt ráð að fara að lækka sakhæfisaldur? Þetta algjörlega stjórnlega skali. Ef við tökum á þannig, og líka bara að það sé ekki hægt að koma hingað og þykja bætur sjálfkrafa,
ef að þetta tvennt gert, að fólk rekið úr landi fyrir að haga sér á fáránlegan máta sem að fer gegn öllum okkar gildum og að fólk geti ekki komið hingað og þegið bætur nema það sé búið að vera ríkisborgarar eða þá búið að vera greiða skatta inn á kerfið í einhver ár, eins og allir Íslendingar þurfa að lúta. Þú getur ekki bara farið og sótt atvinnuleysisbætur eða þú ert ekki búin að vera að vinna í einhvern tiltekinn tíma. Ef við gerum þetta tvennt, þá hægt að losa svo mikla, það lefum mér þess heift sem maður byrjaðar að finna allstaðar í samfélaginu. En það einhver feimni og einhver einkennileg mál. Ég mitt líka búin að heyra dæmi það sem að maður sem var að aðstoða fólk frá Nígeríu, það voru lesbíur sem voru að koma og það voru nokkrir samkynhneigðir karlmenn sem voru að koma samhliða, einhver fólk frá Nígeríu sem við vorum að fara að taka inn í landið og það var maður aðstoða við þetta. Nema að lesbíurna voru alveg brjálaðir yfir því að samlandar þeirra fengi að fara með út af því að þær vissu alveg að þetta væri ekki samkynhneigðir menn og ættu konur og börn sem síðan einmitt komu með. Þú veist, og þetta eins og Teitur Atlason hefur nú nefnt í viðtali við mig sem nú mikill vinstri maður. Bara við vitum alveg, og hann setti í samhengi við Dani, en við vitum alveg að Danir og Íslendingar eru ekki að fara að taka þessu hljóðalaust. Það geti tekið einhver tíma, en við erum alltaf að fara að horfa upp á veruleika þar sem að pólitísk eftirspurn mun bara snúa þessum málum, nákvæmlega eins og bara búið að gera í Evrópu. Að undanskildi Danmörku sem tók í handbremsun á þessu, reyndar allt of seint en samt sem áður að einhverju leyti. Það sem gerist í Danmörku var að jafnaðarmannaflokkurinn, hann tók upp stefnu þjóðarflokksins, Fólkpartíið, vegna þess að þeir voru að missa verkalýðsfylgið yfir til þjóðarflokksins og það dálítið athyglisvert sem hefur verið að gerast í þessum löndum að á Norðurlöndum þá hafa þessi flokkar svona sprottuð upp vegna þess að menn hafa haft áhyggjur innflytjendum. Þeir hafa nú nokkur liti aðlagast flokkakerfinu, þeir eru orðnir viðurkenndi flokkar. Þeir hafa meira sér átt aðelda ríkisstjórnum í Finnlandi og í Noregi og veitt ríkisstjórnar hlutleysi í Danmörku og Svíþjóð og það alveg rétt að þeirra að þetta muni auðvitað gerast fyrir en síðar hér og það líka atriði í þessu sem að margir kom ekki auga á. Það að það fer ekki saman velferðaríki með rausnarlegum bótum annars vegar og óheftur straumur fólks inn í lönd hins vegar. Það bara fer ekki saman og það sem þarf að gera það einmitt að setja reglur og það var talað þetta fyrir mörgum árum að þetta gera það að fólk sem að flyttist hingað að það hefði ekki rétt á bótum og margvíslegur félagslega aðstóð fyrir en að það veri búið að vinna hérna í svona 5-10 ár og sanna sig. Ég hlindur opnum landamærum fyrir duglegt fólk. Ég hins vegar hlindur lokuðum landamærum fyrir glæpamenn, fyrir öfgamenn og fyrir væntanlega bótaþega. Þetta eru þrír hópar sem eiga ekki vera velkomnir hingað. En íslenska kerfið hefur ekki veitt þeim nægilegt viðnám. Hingað hafa komið fjöldin allra glæpamönnum. Hingað hafa líka komið öfgahópar og í þriðja lagi fólk sem vill bara fara á bætur. Og það eitt sem náttúrulega mikið áhyggjefni, það að lögreglan í Reykjavík algjörlega gagnslaus. Það augljóst mál að lögreglustjórinn vanhæfur og ég skal bara nefna þér af hverju ég tel það, því það dálítið stór orð. Hún hefur tvisvar reynt að komast hjá því að rannsaka augljóst brot eða minnskosti það sem að hlýtur að vera sterkur grunur brot. Það þannig að Solaris sem Erla Serder með, það safnar á Íslandi 60 milljónum króna. Það fer með það meira og minna væntanlega í reiðufé, ekki skilja nú hvernig bankin hefur lyft en það við hinn þurfum að sæta ströngu reglum gegn peningaþvætti, en sleppum því í bili, fara með það í reiðufé þangað og í hvað þetta fér notað? Það augljóslega notað í mútur til egypskra embættismanna til þess að hleypa palestínskum flóttamönnum frá Gazasvæðinu. Það bara getur ekki verið en önnur skýring á þessu. Og hvar bókhaldið? Hvert runnu þessar 60 milljónir? Lögreglustjórinn í Reykjavík hefur tvisvar reynt að komast hjá því að rannsaka þetta þó að ríkissaksóknari hafi lagt það fyrir hana. Það þýðir að hún hefur engan áhuga á að halda upp í lögum og reglu í landinu. Hún hefur eftirvill áhuga því að lesa upp einhverja skólastíla
frá því að hún var í lagadeildinni. En það ekki það sem við þurfum. Við þurfum festu og jafnvel hörku í þessum málum. Halda upp í lögum og reglum. Hlaðvarpið í samstarfi við stöndu og mikilvæg fyrirtæki og eitt af því Poulsen. Poulsen.is til þess að skera hvað eina, hvort sem þú þarft að fara í bílrúðu skipti eða einfallega bílrúðu viðgerð, þá ferðu inn á Poulsen.is. Ef það stjarna í framrúðinni þá bara bókaru tíma á heimasíðunni, ferð með hann og hann tilbúinn samdægurs. Ekki vera með stjörnu í bílrúðinni, Poulsen.is, láttu græða rúðuna strax í dag. Þá önnur spurning, já, hérna einn ágæti sem að fleitir okkur áfram í það sem við erum búin að ræða. Menna, því að núna það mikið talað hægrið. Ég mikið búin að tala Milton Friedman, að fá meiri hljómgrunn hjá ungu fólki sem mjög ánægilegt. En það svolítið erfitt að setja puttan á það, sko, hvort að það sé hægri sveifla. Þetta að sjálfsög hægri sveifla og framtíðin hægri sinnu, en það skrítið hægri. Og þess vegna langar mig bara að fleita þessu spurningu til þín, bara telurðu að framtíðin sé hægri sinnuð? Já, ég held það nú, en ég held þessu ákveðnar hættur á ferðinni og ég vil leggja mitt litla lóð á vogarskálarnar til þess að þessi hægri bylgja sem meðal annars út af því að við sjáum menningarverðmæti vestrænna þjóða sem hafa verið sköpuð síðustu árþúsund, við sjáum að þau eru dálítið í hættu, að þá verðum að bregðast rétt við, ekki með því að auka ófrelsi, heldur með því að auka frelsi. Og sumir tala illa populisma og ég held að það sé ekki rétt að gera það. Ég held að bæði Thatcher og Reagan hafi verið populistar öðrum þræði. Thatcher reyndi að mynda sér kjósendahóp úr fólkinu sem var að kaupa hlutabréf og var að kaupa húseignirnar sem þeir höfðu áður leigt, var að reyna að gera menna sjálfstæðum einstaklingum og Reagan hann notaði kommunisman talsvert sem réttmæta grílu, þau voru populistar. En það að gera greinamun á góðum populisma og vondum populisma. Góður populismi, þú veist að þýðingin íslenska á populismi líðstefna, en góður populismi, hann líðhyllisstefna. Það að segja, það eru stjórnmálamenn sem sækjast þetta líðhylli með því að framkvæma það sem almenningur vill að sé gert, en sem fína fólkið að reyna að koma í veg fyrir að sé gert. Sem kallar líðskrum? Já, síðan ég kem að því, svo vondi populismin, það líðskrumstefnas. Þannig að við höfum tvær stefnur sem að bregðast við tregðunni í Evrópusambandinu og líka íslensku ráðunettinu hjá fína fólkinu til þess að framkvæma vilja almennings. Við höfum líðhildistefnuna og við höfum líðskrumstefnuna og það sem ég að reyna að gera að veita þessi í þann farveg. Ég hef nú verið beðin að skrifa bækur fyrir evrópsku íhaldsflokkana og núna vilja þeirra ég skrifi reglulega þeirra tímarit og komi fram á þeirra ráðstefnum. Það sem ég að reyna að gera að veita þessi yfir í líðhyllisstefnuna en ekki í líðskrumstefnuna. En hvers vegna ég að tala líðskrumstefnu? Það svo stefna, svo óæskilega stefna að smíða sér óvini og reyna síðan að hamast á þeim. Og við sjáum hér á Íslandi líðskrumi til dæmis hjá sumum sem andvígir sægreifunum og svokölluðu og held að það bliki gull í þeirra garði. Og yfirleitt bara að sko, fólkið sem að segja við almenning þið þurfið ekkert að hafa fyrir hlutunum, við skulum bara ná í peninga hjá ríka fólkinu og láta ykkur fá þá peninga. Þetta líðskrum og auðvitað hér áður fyrir þá var Hitler, þá gerði hann út á gyðingahatur og vinstrimenn gerði út á hatur á auðmönnum og nasistandi gömlu gerði út á hatur og gyðingum og þetta líðskrum. En það hins vegar ekkert á móti líðhylli, það að gera sem almenningu vill og að sumuleyti held ég að menni svo, þó hann sé öðrum þræði líðskrumari hann Nigel Farage í Bretlandi, þá held ég að sé líka líðhyllis sinni og Alice Weidel í Þýskalandi. Þau eru að gera hluti sem fína fólki neitar að gera og ef fína fólkið í Íslandi sem í þessum gömlu hefðbundu flokkum neitar að skila almenningi aftur sjálfsaflafé sínu, lækka skatta, hætta að veita bótum til fullfrís fólks
hætt að láta hælisleitanda vaða uppi. Ég ekki að tala að sýna ekki mannúð, að sjálfsögum að gera það, en þá ekki að vera fólk sem veður uppi, ræðist inn á þingpallana, skvettir málning og fólk talar að gyðingasögur réttræpir og svo framvegis. Ef það ekki gert, þá verður þetta fólk leyst frá störfum. Hlaðvarpið í samstarfi við fyrirtæki sem hafa reynst mér vel og eitt af þeim Happy Hydrate. Happy Hydrate veitir þér öll þau steinefni sem þú nauðsynlega þarft á að halda. Ég var alltaf skeptískur á það hvort það væri gott yfir höfuð að vera að taka einhvers konar viðbótarefni, en eftir að ég byrjaði að nota Happy Hydrate hef ég einfaldlega orðið betri maður. Mér líður betur, kem meira í verk og dagurinn verður einfaldlega betri. Þetta dagskammtur af C-vítamini, engin gervisykur, dregur úr þreytu, inniheldur nauðsynleg vítamin og bara heilt yfir frábært. Því mæli ég eindregið með því að þið notið Happy Hydrate og skál fyrir því. En ferði ekki núna dálítið frjálslega með orðatiltækin? Þú ert í rauninni að segja að ef fólk sammála mér þá heitir það lýðhylli og ef fólk ósammála mér þá heitir það lýðskrum. Nei, alls ekki. Það var eitt sem þú nefndir hana. Þú sagðir að það væri lýðskrum að vilja ekki lækka skatta og það væri lýðhylli ef þú verður að fylgja vilja almennings, en ef að vilja almennings að í rauninni taka eignir af fólki og þjóðnýta þær og færa auðinn og auðlindirnar og verðmætin til þeirra sem að raunverulega eiga það, sem eru verka fólkið, að þá náttúrulega getur það alveg verið lýðhylli ef að það það sem að lýðurinn vill. Á Íslandi hefur verið stritað í 1100 ár, en það var ekki fyrr en stritið var lagt við vitið sem að það fór að bera einhvern árangur. Þannig að það ekki vinnan ein sem skapar verðmætin. Það hugvitið, það eru frumkvöðlarnir, það eru mennirnir eins og Einar Guðfinnsson í Bolungavík sem að fekk í arf ekki auð heldur dygðir. Það þetta sem skapar verðmætin, það kapitalismin sem skapar verðmætin. Og það eitt sem algjörlega magnað. Það á Íslandi voru hungursneyðir reglubundnar á síðmiðöldum, þráttur að veri iðandi spriklandi fiskur undan landsteinunum, og það ekki fyrir en að við náðum tökum á þessu sem að við fórum að verða auðug þjóð. Og það sem lýðskrumarnir gera, það að þeir reyna að koma í veg fyrir þessa verðmætasköpun. Þeir reyna að ræna af þeim sem skapa verðmætin, því sem þeir skapa, og láta því hendurnar á mönnum sem skapa ekki verðmæti. Og Ayn Rand skrifaði skáldsögu undir stöðuna hvað gerist ef þeir sem skapa verðmætin gefast upp á því og flytjast burt. Og afleiðingin að hinir sitja bara eftir og telja sultadrópana úr nefinu. Og við sjáum þetta gerast í mörgum löndum. Í Zimbabwe þá var það sem Mugabe, hann tók landið af hvítu bændunum og það allt í niðurníðslu þar. Í Alsír þá voru frönskumælandi mennirnir sem voru kannski með mestu menntunina og mesta frumkvæðið, þeir voru hraktir burt 1962. Isabel og Ferdinand hraktu burt gyðingana á Spáni og svo framvegis. Í öllum löndum þar sem að skilvirkur, vinnufús, duglegur minnihluti hefur verið hrakin burt, þá hafa hinir setið eftir og geta bara hugga sig við það að sæl sér sameiginleg eymd. Það var ein spurning sem að kemur okkur aðeins aftur inn á menningarstríði sem er núna búið að vera eiga sér stað, og það er að setja í samhengi við vendingar. Ég veit ekki hversu mikið þú fylgist með því samvættu við Þorstein Vaffe Einarsson, skoðanabróðið þinn. Hérna einn sem að segir: hversu mikið notaðir þú eigin rit og sem heimildir í kennslu og fékkstu gagnrýni fyrir það, og hver er svona afstaðin almennt séð að kennarar noti eigin skrif sem lykilheimild í áfengum? Mér finnst nú alveg sjálfsagt til dæmis í háskólanum að menn skrifi kennslubækur í sínum greinum á íslensku. Það sem ég reyndi alltaf að gera þegar ég kenndi var að taka erlendu hugmyndirnar eftir John Locke og Machiavelli og Adam Smith og aðra slíka og klæða þær í íslenskan búning til að gera þær aðgengilegri fyrir Íslendinga. Þess vegna skrifaði ég kennslubækur í mínum námsgreinum, en ég var hins vegar mjög duglegur við það að benda nemendum á aðra röksemdir heldur en þar sem ég var eftir við sjálfur hlindur.
Þannig að mér finnst að skylda kennarans að kynna allar röksemdir og líta á vísindin sem frjálsa samkeppni hugmynda. Og það gallinn auðvitað við kynjafræðina, vegna þess að kynjafræðin, hún ekki vísindagrein, hún hjáfræði, svipað eins og stjörnuspeki. Þú veist að munurinn á stjörnufræði og stjörnuspeki að stjörnufræðin gang himintunglana og vísindaleg grein, en stjörnuspekin rugl, eitthvað í hvað stjörnumerki út fættur og það hafi einhver áhrif á það forspárgildi. Já, eitthvað forspárgildi. Og kynjafræðin, hún horfir algjörlega fram hjá því að til hlutur karla orðið núna miklu lagari heldur en hlutur kvenna. Það eru 2/3 af þeim sem útskrifast úr Háskóla Íslands konur, 1/3 eingöngu karlar. Það mikið af körlum sem eru varla læsir, og ef þú lítur á sjálfsvígstíðni, þá í kringum 80% af þeim sem að stytta sér aldur eru karlar og 20% eru konur. Ef þú lítur á þá sem í fangelsum, þá eru 95% eru karlar og 5% eru konur. Ef þú lítur á þá sem leita sér meðferðar vegna ofdrykkju eða fíkniefna neyslu, þá hlutföllin mjög svipuð. Það eru 20% sem eru konur og 80% karlar. Þannig að á öllum svona mælingum sem að við getum séð lífshamingju og lífsskildi, þá eru konurnar að koma miklu betur út en karlar, og ég held að sé til þess kerfisbundin ástæða, og hún sú að, og ekkert af þessu nefnt í kynjafræðinu nema þá einhverjum svona bara neðamálsgreinum. Ég held að skýringin á þessu sú að eftir að vöðvafli hætta að skipta máli, þá fóru konurnar að standa miklu betur að vígi, vegna þess að þær eru oftast samviskusamari og eru nálagt meðalhegðun. Sko, við getum sagt bógarnir tveir, bjöllubógarnir tveir fyrir kynin eru ólíkir í lögun. Bjöllubógin fyrir konur, hann mjög krappur. Það eru með öðrum orðum mjög margar konur sem eru með meðalhegðunina. Bjöllubógin fyrir karla hins vegar ávalari. Það eru miklu fleiri á báðum jöðrunum, annars vegar þeir sem eru afklappar og hins vegar þeir sem eru afburðamenn, og þetta held ég tengist dreifingu hæfileika að miklu leyti. Og þetta ekki eitthvað sem komið frá mér. Það nú til dæmis þannig að hún aldrei fyndið að í bankahruninu þá var einn viðaukinn við skýrslu rannsóknarnefndarinnar á bankahruninu. Það var ritgerðar eftir Huldu Þórisdóttur og fleiri, þar sem þær einmitt bent á rannsóknir sem sýndu að karlar eru áhættusæknari en konur. En þá mátti auðvitað gera greinamun á kynjónum að því það hentaði í orðræðinu sem að þá var. En auðvitað það alveg rétt að það talsverður munur á kynjónum að meðaltali. Auðvitað eru til áhættusækna konur og það eru til áhættufælnir karlar. En almennt eru kynin tvö talsveit ólík, og núna hefur verið smíðað þjóðfélag sem hentar þeim sem eru aðalega samviskusamir en ekkit endilega mjög miklir frumkvöðlar, mætast nefna í vinnun og svo framvegis, og konurnar bara standa sér miklu betur við það. Fyrir utan hitt sem að sagan segir okkur, hverjir eru það sem falla í stríðum? Það ekki konur, það eru karlar. Og hverjir verða fyrir vinnuslysum? Það eru karlar en ekki konur. Þetta ekkert dregið upp, og núna eru margir karlar sem að upplifa sig sem fórnarlömb. Það í öllu skólakerfinu gerð markviss tilraun til þess að breyta strákum í stelpur, af því að allt skólakerfið rekið af konum og mannað af konum og skipulagt af konum. Nú þýðir þetta ekki að svarið þessu sé kvennatur, vegna þess að lang flestir eru kvæntir og eiga dætur og eiga mæður. Ég man það í gamla daga þegar var verið að kvartunda því í félagsvísindadeildinni hjá okkur að það voru 5 kennarar í stjórnmálafræði og þeir voru allir karlkyns, og ég sagði við þurfum ekki að ágera því, vegna þess að við allir 5 sem erum þarna, við erum allir hálfar konur, því að við áttum allir mæður. Og síðan sagði ég, svo hefum við líka nokkri reynt að leggja rækt við konuna inn í okkur, og Ólafur Harðarsson, hann hefur nú náð bestum árangri í því,
og það hló allir og ég valdi nú hann sérstaklega vegna þess að hann var svona einna fjærst því að vera með konu inn í sér sem væri að brjótast út. En ég sá líka þarna á fundunum að hún var nú ekkert sel, hún fannst að vera að efast karlmennsku sína. Svo get ég sagt það fleira. Einu sinni þá var ráðstefna hér á Íslandi Masculinity Studies og ég baði að fá að flytja erindi og það voru einhver erlendir skipuleggjendur og þeir leiðu með það og ég flutti þetta erindi sem ég var að veita þér útdrátt úr núna að það er miklu erfiðara að vera karl en kona í okkar nútíma þjóðfélagi og þetta vakti talsverða athygli og það var viðtalið mig í sjónvarpi og síðan var viðtal við Kristínu Ástgeirsdóttur sem var íslenski skipuleggjandinn og hún sagði þá var hún bara einhver mistök að hleypa honum inn á þessa ráðstefnu. Þær vilja ekki ræða þetta og verða bara reiðar. Ég ætla að nefna eitt í viðbót bara svona til gamans. Eitt árið þá var kynningafundur fyrir nemendurna og þá kom prófessorinn í kynjafræði fram og sagði við það og svo erum við með námskeið kynhneigðir og þá gerum við öllum kynhneigðum hátt undir höfði og lítum á allar kynhneigðir með samúð og ég hvíslaði að innan samkennarum mínum hvað með hvalalosta? Það svona kynhneigð sem menn líta á með samúð? Annað dæmi gæti nú verið barnakind en ég tak hvalalostan. Og svo þessi kennari var nú ekki betri vinur minn en það, hann sagði henni frá því þegar við vorum að fá okkur kaffi og hún varð mjög reið við mig og sagði ég skildi ekki neitt í kynjafræðinni og vissi ekki neitt kynjafræði og svo framvegis og þetta var nú hálf svona leiðinlegt og atvik sem var, en þetta náttúrulega dálítið fróðleg spurning á að leyfa allar kynhneigðir eins og til hvalalosta. Nú ég auðvitað sömu skoðunar og Gore Vidal sem sagði ég ekki á móti vendunum ef hann notaður inn í einkaherbyggi af tveimur frjálsum og fullveiði af mönnum eða konum eins og þeir vilja. En það voru að vera þannig. Hlaðvarpið í samstarfi við fyrirtæki sem hafa sett svip sinn á íslenska menningu og eitt þeirra eru Bæjarins bestu pylsur. Ég og þú vitum alveg að þegar við fáum okkur pylsu sem ekki frá Bæjarins bestu og þá vildum við að svo væri. Það segir það í orðinu, þetta eru Bæjarins bestu pylsur. Þið vitið það, ég veit það, skellið þessu hlaðvarp í eyrun, farið á næsta sölustað og kaupið ykkur tvíhleypu ásamt einhverju góðu að drekka. Sko þannig núna dettur mér enda reitt í hug sem að átti sér stað á örugglega fullkomnum tíma. Það að þér var slaufað og þér var ekkert bara smá slaufað, þú varst í rauninni svona, hvað ég var að segja, snemmtæk slaufun með við svona þá menningu sem að kom svo fljótt í kjölfarið og ég reyndar veit töluvert meira það mál heldur en að ég get endilega verið að reifa hérna án þess að koma mér í vandræði. En ég ætla aftur á móti að segja það að það var sem sagt að fór á flug brot úr þinni bók þar sem að nemandi sem samnemandi minn og var með mér í þessum, ekki þessum áfanga heldur var ég þarna erlendis þegar þetta átti sér stað í, skiptinámi. En það var nemandi sem að færði rök fyrir því að það væri ótækt að þú værir að kenna þitt eigið rit þar sem að var fært rök fyrir því að það gæti talist samfélagslega fýsilegt að vændiskonur væru til staðar til þess að uppfylla ákveðin eða svala ákveðinum losta karlmanna sem hefðu minna aðgengi að konum. Og gott og vel, ég ætla ekki að fara að ræða inntak þess efnis, en aftur á móti þá fór af stað og ég veit að í svona efri stigum háskólasamfélagsins og félagsvísinda deilda, án þess að nefna nákvæmlega hvaða deildir ég að tala að þá fór af stað ákveðin svona tækifærismennska sem endaði á því að þú varst látin hætta kennarastörfum þrátt fyrir það að hafa gert það í mjög langan tíma og hættir fyrr heldur en að hefði þótt eðlilegt ef að þessar vendingar hefði ekki átt sér stað. Meðan við það þér var slaufað. Við verðum eiginlega að gera þetta upp, Ég vil eiginlega bara nota, ég veit það eru fullt af spurningar sem ég með, en ég vil eiginlega bara eyða restina af tímanum í að gera upp þetta mál. Já, ég held að þetta sé nú að sumuleyti ekki algjörlega nákvæmt að lýsa þau þannig. Það sem gerist auðvitað var að þegar ég var
skipaður lektor árið 1988, þá var það gegn vilja deildarinnar og það urðu mikil læti út af því. Við vorum 3 sem sóttu Ég var með doktorspróf í stjórnmálafræði frá Oxford háskóla en báðir hinir umsækjendurnir hefðu nú ekki lokið doktorsprófum. Alls ekkert slæmi menn. En þetta þóttu nú mörgum furðulegt og ráðherra hann ákvað að skipa mig, sérstaklega eftir að hann hefði leitað eftir áliti erlendar fræðimann á þessu og þetta var nú kært að hann skildi gera það til umboðsmanns Alþingis, en umboðsmaður Alþingis komst að þeirri niðurstöðu að það veri ekki athugavert við þau vinnubrögð menntamálaráðherra. Þannig lauk nú því máli dálítið háðulega fyrir mína andstæðinga. Síðan ég að kenna þarna og þetta gengur alveg ljómandi vel og þetta er skemmtilegar og fjörugur umræður í tímum og ég reyna að kynna öll sjónarmið og hafði gaman að því að kenna. Síðan held ég að eftir bankahrunið 2008 þá hafi orðið til ákveðin andúð á mér þarna í háskólasamfélaginu. Mér var kennt bankahrunið, menn sögðu það bara beint við mig að ég bæri ábyrgð á því og síðan líður og býður og kynjafræðin kemur og ég gagnrýna hana og þær tóku því ekki vel. Þær vildu aldrei umræður, þær vildu bara þagga niður í þeim sem var andstæðið þeim. Og árið 2015 þá var svo komið hérna í júnímánuði að ég á skrifstofunni minna, það er mjög gott veður og það liggur mjög vel á mér, ég alveg önnumkafinn að skrifa eitthvað og ég vissi að því að það átti að vera boð hérna fyrir það var að koma út nýtt hefti af stjórnmálum og stjórnsýslu, átti að vera boða á kennarastofunni og ég sagði, það best ég skelli mér í boðið, því mér langar svo mikið til að heyra hvað þeir Ólafur Harðarson og Eiríkur Bergmann segja eitt vandamál sem ég var að glíma við, sem var, hvernig stendur á því að kratarnir unnu kommana á Íslandi en töpuðu fyrir kommunum í Skandinavíu. Mjög áhugavert vandamál og ég með ýmsar skýringar á því sem ég reifa í bókinni Communism in Iceland sem ég var að vinna þá. Gott og vel, ég fer þarna og svo ég að spjalla við það og þeir koma með sína skoðanir á þessu og þetta er mjög hugulegt og elskulegt og ég fæ með hvítvín og gott veður og allt þetta og svo ég fara að búast til brottferðar og þá segir Ólafur Harðarson vingjarnlega við mig, jæja Hannes, ég sé það ekki hjá honum Baldur á eftir. Og ég sagði, mér nú ekki búið til Baldurs eftir. Og ég sá að Ólafur var bara eitt stórt spurningamerki. Ég hef aldrei séð mann verði jafn undrand á svipinn. Bara teygðist á honum algjörlega. Og ég sagði nú sjálf að mig, þetta er eitthvað skrítið, ég skildi ekki alveg. Og svo fór ég nú bara, og svo 2 dögum seinna, þá sé ég þarna einn starfsmann deildarinnar sem þá var Gestur Páll Reynisson í stúdentakjallarinu og segi, heyrðu Gestur Páll, sestu hérna hjá mér og fáðu kaffi með mér og kjöptu með þeim saman. Heyrðu, hvað var þetta? Hvaða boð var þetta? Þá sagði hann, já þetta var nú boð hjá hann Baldri Þórhallssyni, deildarforseta, til að hræra menn saman og þetta var boð á vegum deildarinnar og ég sagði já, það er náttúrulega einkennilegt en mér var ekkert boðið og svo spurði ég deildarfulltrúan, já, þetta var gert á kostnað deildarinnar, boðið voru á kostnað deildarinnar og var haldið svona hérna til þess að bræða menn saman einu svona ári og svo gott að gera eitthvað þvíumlíkt, en þarna var prófessornum í deildinni ekki boðið og þetta hefðu nú einhverjir á sínum tíma kallað útskúfun, það orð hefur verið notað. Nú er það svo að það er haldið 1000 boð í Reykjavík á hverju kvöldi sem mér er ekki boðið í og ég fæ alveg nóg af boðum hérna, ég er svona tiltölulega vinsæll gestur hjá mörgum mínum vinum, gott og vel. Þetta var nú svona eitt atviki sem gerðist og svo spurði ég Baldur að því, hvernig stendur á því og bauðst mér ekki, þú ert forseti deildarinnar, nú ætla ég ekki að fara að vera eitthvað fórnarlamb og gráta yfir því að mér verð ekki boðið, en hvernig stendur á því? Þá sagði hann, já það var þannig að það ég held að hafi verið kynjafræðingarnir og maður kannski Margrét Björnsdóttir líka, hún var mjög reið út við mig.
ég kunni sagt þér út af hverju, en höldum áhrifan þetta, þær bara sögust ekki koma, það myndi bara enginn hafa verið þarna nema ég og þú í boðinu, sagði Baldur, og ég sagði, nei, það er nú ekki alveg rétt, Ólafur hefði nú verið þarna, Ólafur vissi greinlega ekkert af þessu, þú veist, þessur útskúfun, og Ólafur hefði nú verið þarna og líklega Hulda Þórisdóttir og einhverju fleiri, 2-3 aðrir, þetta hefði bara verið fámennt og góðmennt og þetta hefði bara verið allt í góðu lagi. En ég gerum ráð fyrir Baldur að því að þetta breyttist í að verða þitt engaboð með því að þú hafði bara sum úr deildinni með en ekki aðra, að þú endurgreiðir kostnaðinn. Hann er enn ekki endurgreið kostnaðinn. Nú síðan verður svona smá órói, það er alveg rétt. Það sem gerist að það kemur til sögun að nýr hópur sem var ekki til þegar ég byrjaði að kenna, öfgafeministar. Og þær tóku óstundu ýmis dæmi í kaflanum með John Stuart Mill í bókinni minni. Þannig að þetta var, þegar ég var í háskóla, þá var þetta klassískt umræðefni. Hvað ríkið ætti að ganga langt í að lögbjóða siðferði. Ætti það til þess að leyfa klám, fíkniefnaneyslu, vændi. Þetta var alveg klassískt úrlausnarefni bæði í Oxford og í öllum skólum í stjórnmála heimspeki og það eru 4 umræður þetta. Og ég leiddi fram allar röksemdir sem ég gat leitt fram á báða bóga og ég var nú held ég ekki kærður fyrir þetta. Þetta hefur nú sennilega bara verið dæmi sem þú nefnir en ég sagði það gæti nú vel verið að vændi ætti að vera leyfilegt af mannúðarástæðum því að það eru til hópar sem get ekki útvegað sér rekkjunauta af eigin ramleik tímis fólk sem mjög feitt eða mjög ófrítt eða vanskapað einhverju leyti það að áreiðanlega erfiðara með að útvega sér rekkjunauta heldur en aðrir. Og ég man það að ég var sko ekki kærður fyrir það sem þú sagðir endalega, ég var kærður fyrir fitufordóma með því að segja að feitt fólk væri ekki eins aðlaðandi kynferðislega eins og annað fólk sem ég held að sé nú bara staðreind en það er alveg rétt að þetta gerist en veistu það að til þess að ljúka þessu máli þá gerðu háskólið aldrei neitt með þetta. Þau hegðuðu sér algjörlega óaðfinnilega gagnvart mér. Það var aldrei kvarta neitt við mig eða neitt annað gert af háskólayfirvöldum eftir til að deildinni. En þá fór það alltaf fram á einhverju fundum sem ég var ekki á. Þannig að ég veit ekkert það. Háskólayfirvöld hegðuðu sér alveg óaðfinnilega og síðan koma þau að máli við mig árið 2017 og segja, heyrðu Hannes, þú ert nú mikið erlendis í tengslu við rannsóknarstofnanir þar og svona, viltu ekki kannski bara breyta stöðunniðinni? Alls ekki að verið að henda mér út. Viltu ekki breyta stöðunniðinni þannig að þú sett bara með rannsóknarskyldu en ekki kennsluskyldu? Og býta, hvað átti ég að segja? Ég fagnaði því að fá bara rannsóknarskyldu en ekki kennsluskyldu. En eins og þú heyrir vel og kannski þetta þessi breska kurteisi sem ég veit ekki hvort þú sett eitthvað endilega frægur fyrir að vera of kurteis, örugglega aðrir sem hafa eitthvað það að athuga. Auðvitað það rétt hjá þér, ég meina það fylgni á milli BMI-stuðuls og eftirspurnar eða samlýs eftirspurnar, það eitthvað sem við vitum vel, en þér var slauf að, þér var boðið þetta. En við vitum alveg... Nei, verður hans, ég ekki vissum að það hefði verið í samhengi við kvartanir nemenda. Ég held persónulega að það hefði frekar verið, ef eitthvað hefði verið, en það kom aldrei fram að það hefði verið vegna kvartana samkennara minna. Ég held að þeim hefði þurft eitthvað óþægilegt stundum fundist eitthvað óþægilegt stundum að vera á deildafundum með mér vegna þess að auðvitað það nú þannig að ég nú þjálfaður skylmingamæður og þau ekki og þá getur ímyndað hvernig fer ef að umræða einhverja skylmingar og ég svona þetta mín tilfinning. Kannski það rétt, það bara aftur á móti eða áreiðanlegum heimildum að eftir þetta uppnám sem að nemendur urðu fyrir við það að lesa vændiskonur
og já, eins og ég segi, þessar svona hugleiðingar áhrif BMI stuðuls á samlífseftirspurn, að þá hafi farið af stað alls konar svona baktjalda makk sem að ég ætla svo sem ekki að vera að úttala mig fyrst að þú segir að þetta sé ekki svona svo, en ég ætla að get ekki séð þetta öðruvísu. Það fór mjög mikið í taugarnar á mér út að ég átti að koma í áfanga til þín sama ár og þú var sendur í rannsóknarleyfi. Þórarinn, þetta var ekkert neitt nýtt. Það hefur verið skrifað það, hann þingmaðurinn fyrir Viðreisn, Pavel, hann var stundakennari eða dæmakennari í stærðfræði, eitthvað upp úr 2000, og hann sagði mig það að hann væri nú og skrifaði það á netið. Hann sagði það er ekki þannig að 100% af samræðum kennarana farið fram Hannes Hólmstein, en minnst okkur 20%, og það var alltaf það að það þyrfti með einhverjum hætti að flæma hann burt. Það er það sem ég er að segja. Hann væri óþægur ljár í þú. Já, en býtu nú við. Þá skil ég ekki hvernig þú getur verið að færa rauk fyrir því að þetta hafi ekki verið slaufun, út af því að ég menna... Ég veit ekki það, mér var aldrei sagt neitt það. Come on. Við sko... Ég fekk bara tilboð sem ég gat ekki hafnað. Sem ein leið, skilurðu. Ég er ekkert að segja, sko. Þú veist, ég hef heyrt fólk færa rauk fyrir því að þú hafi verið ráðinn á röngum forsendum þannig 1988. Það getur vel verið. Það þýðir ekki að það eigi að vera rekinn á röngum forsendum eða settur í eitthvað svona offer you can't refuse dæmi. En það er svo sem hægt að túlka en það er alls konar aðri hlutir sem að gerðast líka, og ég það nú eiginlega að skrifa sjálfsæfisögu því að þetta er svo margt sögulegt, að einn kennarinn í deildinni hún sendi út alþjóðlegt dreifibréf það að ég skipulagði ofsóknir gegn sér og ég væri svo valdamikill og háskólayfirvöld héldu með mér gegn sér, og nú yrðu bara allir þessir sem voru viðtakendur dreifibréfsins, þeir yrðu að skrifa háskólanum á lýsi við stuðningi við sig því að hún var alveg að fara á taugum yfir þessu, og það voru held ég 5 eða 6 sem að skrifuðu þetta bréf. Ég frétti nú bara af þessu fyrir tilviljun, og þetta var allt saman hugarórar í blessaðri konunni, og ég skrifaði öllu þessu fólki og útskýrði bara málið og sagði að ég gefi því kost á að draga bréf sín tilbaka, og þeir drógu öll bréf sín tilbaka. Þetta hefur hvergi komið fram. Ég er svo sem ekki að gera þetta neina máli, en þú er alltaf það að margt fólk ræður frekar illa við baráttu og átök. Sumt af þessu fólki er svona fólk sem er ekki vant neinu slíku. Þetta eru skraufþurrir pappisbúkar inn í bleikjuðu bákni ríkisins, og því fallast hendur þegar að komið djarmarlega fram við það eða jafnvel efast að fræði þeirra séu nokkur fræði. Já, nú er þetta sko, nú ætla ég aðeins að kveikindi raskatina þér sko, út af því að nú veit ég hvað kona þetta er sko, og hún hefur aðstofað mig meðal annars við þær rannsóknir sem ég hef gert. Hún er alveg, mér finnst hún vera mjög indæl og alveg frábær, og nú getum við reynda bara að fara að snúa þess aðeins við. Þú segir að 20% af öllum samræðum hafa verið þig. Nei, ég sagði það ekki. Pavel sagði það, ok. En ef það er rétt, er þá ekki hægt að færa rök fyrir því að þú hafir skapað, ólíft ástand innan veggja háskólans og hafi bara verið eineltissekkur og skíthæll við það fólk sem segir að þú hafir verið það, því ég þekki þessa konu, og ef hún myndi segja við mig en að Hannes Hólmstein er algjör skíthæll og eineltissekkur, þá myndi ég hlusta út af því að ef ég sérstaklega myndi ekki þekkja þig, en sko ég upplifði ekki þessi skíthæll, en aftur á móti ef svona margir upplifði sem þann fávita sem að þau upplifðu, af hverju myndi þá ekki eitthvað vera, þú veist, væri þá ekki hægt að færa rök fyrir því að þessi slaufun hafi verið á rökum reist, út af því að þú varst einfaldlega að gera allt líf innan sérstaklega stjórnmálafræðideildarinnar ólíft.
Pittu, hvernig ósköpunum gæti ég gert það? Ég veit það, ég var ekki hann, en hún segir, hún hérna vænar þig hérna ruddaskap. Það sem að, hérna, allt málið náttúrulega fráleitt. Ef þú hugsar þetta eins, eina sem að ég gerði þannig í deildinni, sem að kom samkennurinn mínu við, var að ég mætti á deildarfund einu sinni í mánuði. Já, eitthvað hefur nú farið fram þar, hún segið þetta nú ekki tómarum. Og ég reyndi alltaf að leggja gott til málana, til dæmis þegar Baldur Þórðarson varð Jean Monnet prófessor, þá tók ég til máls og ég sagði, við þurfum að sérstaklega fagna þessu, vegna þess að Baldur Þórðarson hefur alveg áreiðanlega unnið fyrir hverju einustu evru sem hann fengið frá Evrópusambandinu. Þannig að þú sérð að ég var bara að leggja gott til málana þegar ég var þarna á deildarfundum. En ég skal alveg játa að sennilega hefur mikið af þessum samkennurum mínum upplifaða pínulítið eins og ég hefði verið að sigra það. Og það var náttúrulega ekki kannski, mikið af þessu fólki var úr einhverjum sænskum sveitaskólum og það var bara ekki vant veröldinni eins og veröldin er. Sérðu eftir einhverju sem þú vorst að segja að gera þarna? Ég myndi nú segja kannski, ekki í deildinni sjálfri, en þegar ég var að byrja í náminu þarna, þá var einn kennarinn alveg príðulegur. Okkur lenti dálítið saman, hann lagði einhverja fæð á mig á tímabili. Það var Þorsteinn Gylfason heimspekingur, en ég sé það núna að Þorsteinn, hann hafiði mjög mikla hæfileika. Ég talaði það þá að hann væri elsta og efnilegasta heimspekingur Íslendinga, og það náttúrulega var daldið af illgirni mælt, en hann var til dæmis alveg afar snjall ljóðaþýðandi og kannski hefði ég átt að vera aðeins tillitsamar og nærgætnari við hann, en hann hefði nú kannski líka mátt vera tillitsamar og nærgætnari við aðra. Til dæmis var það alveg ferlegt að fylgjast með því hvernig Þorsteinn reyndi að gera lítið úr Kristjáni Kristjánsinni heimspekingi sem einn af okkar albestu heimspekingum. Hann hélt sérstakann fyrirlestur í háskólanum þar sem hann reyndi bara smánan og lítilega. Ég var alveg gáttaður á þessu og ég var einmitt að hugsa að standa á fætur og til varnar Kristjáni því að það var svo illa leikinn af Þorsteini þarna. Það hefði verið þannig að þeir höfðu, já, nú gefur að segja frá því þessu kannski, en þeir höfðu báðir sendt inn greinar í tímarit eitt og grein Kristjáns hafi verið tekin en grein Þorsteins hafi verið hafnað og Þorsteinn riddist þessum nemanda sínum og aðdáanda því að Kristján var aðdáanda eins mikið. En ég var að segja að ég hefði nú kannski átt að vera betri við Þorstein og við skrifum hérna heilsíður hvor gegn öðrum hérna í Morgunblaðið á sínum tíma og ég hefði átt að láta það ógert og hugsa bara hérna góðu eiginleikans því að var hann opnaði munið náttúrulega sín inn í nýjan veruleika heimspekinnar og var afskaplega málsnjall og hann fór mjög vel yfir ritgerðirnar okkar og var vandfísinn og mikill menningamæður. Ég myndi segja að ég hef ekki haft fullan skilning á því. En gagnvart samkennurum mínum, ég held að ég hef nú komið alveg ágætlega fram við þá. Ég var kannski ekkit endilega, ég bar ekkit mjög mikla virðingu fyrir þeim, ég skal alveg játa það. En ég reyndi að láta ekkit á því bera og vera bara kurteis. En svona utan veggja háskólans, veistu, þeir nú komnir á svona háflega nótur. Er það eitthvað sem þú sérð eftir í þínu lífi? Já, það nú ýmislegt. Ég hefði ekki átt að sóa svona miklum tíma í ýmislegt. Eitt sem ég átt að gera, það er að læra frönsku. Það hefði verið óskaplega gaman að ganga inn í þennan franska menningarheim. Sem að mér finnst mjög tilkommikill og það er náttúrulega fáið sem að kunna að lifa lífinu jafnvel eins og frakkar, sérstaklega í Suður-Frakklandi. Hægt að fara rauk fyrir því að þeir vilja lifa lífinu aðeins svo vel með að við svona þær forsendur er að varða lífeyriskerfið þeirra og velferðarkerfið. Þetta er þjóðfélag sem er alls ekki í jafnvægi, skuldir eru mjög mikla núna og þeim er aldrei tekist að, franska byltingin, hún mistókst. Ef við lítum á þessar 4 byltingar sem hafa mótað líf okkar á Vesturlöndum, þá er það byltingin blóðlösa 1688 sem var gerð í Bretlandi, bandaríska byltingin 1776, franska byltingin 1789 og rússneska byltingin 1917. Og fyrstu 2 byltingarnar, þær voru gerðar til að verja fornréttindi gegn ásælnum konungum.
bæði breska byltingin og bandaríska byltingin. Þannig að þær voru í rauninni íhaldsbyltingar. En franska byltingin sem var margstofnað auðvitað, margir þættir höfðu runnið saman í einn, hún varð að lokum að tilraun til þess að endurskapa þjóðfélagið eftir forskrift einhverja heimspekinga og það hlaut að enda með ósköpum og við sama verðum þetta að segja rússnesku byltinguna. En rússnesku byltingamennir, þeir höfðu lært af þeim frönsku að eina leiðin til þess að halda völdum væri að gefast ekki upp á ógnarstjórninni eins og frakkarnir gerðu 1794 heldur að halda henni bara áfram og aukana þannig að þeir héldu ógnarstjórnina alla tíð þangað til loksins það bara leið út af rússneska veldið hjá þeim. Hérna ætlum við að ljúka þessu sem slaufaður kennari úr háskólanum. Þú heldur áfram að segja þetta en ég er ekki endilega viss að sé alveg rétt. Ég fekk aldrei nein skilaboð það. Ég fekk bara þau skilaboð frá yfirvöldum háskólans að þeir vildu gera mér eins auðvelt fyrir rannsóknir og hægt væri. Þeir voru mjög elskulegir, það var aldrei minnst á neinar kvartanir eða kærur og ég var bara mjög þakklátur og ánægður með þetta og þetta var til þess að eftir að hafa í nokkur ár verið út á berangrinum þá varði ég aftur spámaður í föðurlandi. Ég hafði verið spámaður í föðurlandi hér á Íslandi á árunum svona frá 1985 til 2000 þá hafði ég óneitanlega mjög mikil áhrif. Besti vinur minn var valdamesti maður landsins og þeir Milton Friedman og Friedrich Hayek sem voru þá áhrifamestu hugsuðir tímans, þeir eru báðir komið til Íslands og eru góði vinir mínir, þannig að ég var spámaður í föðurlandi þá. Síðan misti ég, held ég, áheyrendaskaran þegar bankarhraunið varð og svo öðlaðist ég það aftur nema þá að föðurlandi og orðið Evrópa því að ég hef náð mjög góðum árangri í þeim hópum í Evrópu sem að tilheyra íhaldsflokkunum og ástæðan til þess að ég gerði það var einmitt að háskólayfirvöld voru svo umhyggjusöm mig að þau leystu mig undan kennslukyldu og ég gat verið að stunda rannsóknir og skrifa bækur fyrir evrópsku íhaldsflokkana og það veldur því að munurinn á mér og mínum samkennurum að ég skrifa bækur sem áhrifamenn í Evrópu lesa og þeir skrifa tímaritasgreinar sem að 3 eða 4 menn lesa. Það var ekki slaufaðar í Evrópu. En hérna, nú ég veit ekki hvort þú sé búin að taka eftir þessu, en það svona verið, nú kennir Þorsteinn V. Einarsson í MK, kynjafræði, og Snorri Másson hefur gert allu að því að slaufa honum þar inni, með vísandi þess að hann sé að kenna bara einhverjum pípurum og öðrum sem eru í iðnnámi og öðru að þeir þurfu líka að gangast undir kynjafræði og Snorri færir rauk fyrir því að það sé ekki rétt. Þorsteinn V. hefur talað um mig líka í þessu samhengi það að ég hafi sett fram einhverjar fleipur upplifun Brynjars Karls körfuboltaþjálfara það að hvernig svona akademísku eða kennslu aðferðir Þorsteins séu svolítið á skjön við það sem telst eðlilegt. En telurðu þetta að vera eðlilegt að Snorri sé að reyna að slaufa Þorsteini V. Einarssoni? Já, og ég tel það vegna þess að nám í skólum á að vera undirbúningur undir lífið. Nám í venjulegum skólum. Og það sem okkur vantar betri kennsla í lestri, skrift og reikningi og á síðari stigum í Íslandssögu og íslenskum bókmenntum og í því sem við erum og viljum vera og það Íslendingar. Það sem að skólakerfið á að gera að gera okkur að góðum borgurum og það gera það með tvennu, annars vegar með því að auðvelda okkur færni og tækni, lestur, skrift, reikning, annað þvílíkt, tölvunám nú á dögum og annað eftir því. Og hins vegar að gera okkur að góðum borgurum í ríkinu, ríkisborgurum. Og það gera það með því að glæða stolt okkar. Stolt okkar á ekki vera dramb. Ég var að gefa út núna, eða hafði umsjón með
mjög merkilegri bók eftir Sigur Líndal sem heitir Stjórnspeki Snorra Sturlusonar og Snorri Sturluson maður sem sennilega þekktasti og merkasti Íslendingurinn sem uppi verið því að hann samdi í fyrsta lagi Eddu en í Eddu sækjum við mestallan fróðleik okkar átrúna fornana, Heimskringlu sem ekki einungi saga Noregskonunga heldur líka það þær hugmyndir sem germanskir ættbálkar höfðu stjórnmál og sem að ganga aftur í bresku byltingunni 1688 og bandarísku byltingunni 1776 og í þriðjulegi Egilssögu sem einn skemmtilegasta Íslendingasagan og það þetta sem á að kenna í skólanum, kenna mönnum að verða nýtir þegnar og góðir borgarar og það ekki gert með kynjafræðinni sem ekkert annað en einhvers konar vælumenning eða afbrigða af vælumenningunni, vókmenningunni. Það sem verið að væla yfir að karlar séu vondir og konur séu góðar og verið að reyna að breyta körlum í konur. Það þetta sem að ég hef allar áhyggjur af. Við erum að eyða tíma barna og unglinga í algjörlega gagnslausfræði og til dæmis í kynjafræðin í háskólanum, hún sko fullkomlega gagnslaus í þeim skilningi að einu störfin sem að kynjafræðingandi geta fengið með svona tilbúin störf sem að verða til við pólitískan þrýsting. Það myndi engin ráða þetta fólk í vinnu því að það getur ekki skapan en verðmæti neitt af þessu fólki. Ólíkt því sem með læknana og verkfræðingarna og aðra slíka. Og almennt held ég að við erum að sjá núna kreppu þeirra tveggja stofnana þjóðfélagsins sem vinstrimennir hafa lagt undir sig sem eru fjölmiðlarnir og háskólarnir. Í Bandaríkjunum fleiri og fleiri að sjá að þeir eru að borga fyrir ekki neitt þegar þeir eru að ganga í háskóla vegna þess að þeir eru að atvinnumöguleikar og tekjumöguleikar ekkit betri og jafnvel verri eftir að hafa gengið í háskóla. Og síðan sjáum við það líka að fjölmiðlarnir þeir hafa algjörlega brugðist hlutverki sínu, hugsaði það til dæmis að netmiðlarnir skyldu hafi verið að kæfa í fæðingu þá kenningu sem að mátti alveg ræða að það gerði ekkit gagn að vera með grímur, svo tekið sér eitt dæmi og annað dæmi var þegar reynda að kæfa í fæðingu upplýsingar það að í tölvu forsetasonarins væri alls konar upplýsingar sem hefðu komið honum illa. Það var bara bannað að flytja upplýsingar þetta og síðan var dreift falsfréttum það að Rússar hefðu stutt Trump og gert mikið til þess og núna á dögunum þá voru jafnvel menn hér í Facebook Íslandi að dreifa falsfréttum það að maðurinn sem myrti Charlie Kirk, hann hefði verið auka hægri maður þegar í ljós kemur að hann var auka vinstri maður sem var að taka upp þykkjuna fyrir fólk sem fór í kynskipta aðgerðir. Þannig að við sjáum þetta hvortvekja og hvaða afleiðingar hefur þetta? Þetta hefur þar afleiðingar held ég að fólk missir traustið á háskólunum og á fjölmiðlunum. Hannes Hólmsteinn Gissurarson, takk aðeinslega fyrir að koma og þangað til næst. Mín ánægjan.